Ágætu vinir, við erum mætt, ekki að baki dottinn. Fína bindið mitt aldrei fínt, finnst okkur það ekki? Mjög fínt. Og liturinn á skyrtunni, sérstaklega fallegur. Og við sjáum að hvítt bindið nú að fara ágætlega með þessu ljósbláa lit. Það er hægt að klæða sig smekklega og fallega og þar eru sumir færar í öðrum því að sumt fólk er virkilega smekklega klætt og kann að raða utan á þessu fötum sem að passa. Eftir þessu tekur maður og þó að maður sé nú kannski ekki endilega maður sem að gera þetta, þá tekur maður stundum eftir því þegar að svona er vandað til verka þarna líka og það er nú það sem maður vil gera, maður vil taka til, maður vil horfa til þess sem er betur gert. Ekkert endilega að maður sé þarna sjálfur sem er allt annað mál. Þetta gefur okkur svona litadýrðina, dregur upp fyrir okkur litadýrðina, litadýrð lífsins og það er eitt af því sem að Kristur vill að við gerum. Hann vill að við drögum upp litadýrð lífsins og litadýrðin er gríðarleg. Hún liggur ekki bara í fatnaðinum en hún liggur þar líka, munum það. Já, við þurfum megum alveg svona raða á okkur fatnaði sem er, já, okkur finnst að fari okkur betur en annar fatnaðan og það er svolítið misjafnt en hann á geta fatnað að hann fer misjafnlega vel á okkur og þess vegna þurfum við að klæðast ágætum fatnaði. Og núna ætla ég að standa á fætur og gera eitt. Þið sjáu að þessi einstaklingur er komin í fallegan jakka sem hreinlega passar ágætlega við skyrtuna og ekki síður vegginn fyrir aftan. Og hérna við liðin á mér. Allt þarf þetta að vera í takt hvort við annað. Þetta er eitthvað sem Drottinn gefur. Hann gefur okkur svona litafegurð. Og við dáumst að litum sem eru rétt raðaðir saman. Og við viðurkennum það öll að það er ekki alveg sama hvernig litum er raðað. Þau þurfa að vera í réttum hlutföllum. Og þá ert þú líka að horfa á hvað sem er byggingu, eða bíl, eða skip, eða hvað sem er og þú sér fegur af tómum litum. Þannig þetta er allt saman til staðar hjá okkur. Allt saman er þetta Guðsgjöf sem hann vill að við eigum, ræktum og virðum og höfum. Þannig við sjáum að ef ég gæti þess ekki, ef ég er með slíki fyrir augunum, gengi í reiði, þá sé ég ekkert af þessu. Hugsaðu ykkur lífstómið sem myndast í slíku hjarta. Og ég lít svo á að heimurinn sé fullur af þessu. En hvað með okkur þetta kristna fólk? Erum við að skoða svona þessi blæbrigði lífsins? Erum við upptekin af því? Ég veit ekkert af hverju við erum upptekin. En við gætum alveg greipið til þess ráðs að vera dag og dag svona upptekin við þetta. Við getum að lofa þér því, ef við erum upptekin við þetta, þá höfum við bætt lífsgæðin okkar ögn þann daginn. Og aftur sjáum við hvað við ráðum rosalega miklu það, hvernig allt þetta snýst og fer í kringum okkur. Og ég hef engin betri ráð en þau að hlúa að orði Guðs hjá sér sjálfum. Og þetta er einstaklingur og ferð sem gerir þetta. Eina sem ég sem einstaklingur get gert er að benda þér á þessa leið. Og það er eina sem ég get gert. Það því að við vitum að reiðin er mikil. Vitum að alls konar orður sögð sem særa, sem deyða, sem drepa jafnvel. En við viljum ekki vera þar. Þess vegna veljum við þann kost umfram hinn, við gætum alveg verið þar ef við vildum, munum það, að reyna að sjá svona litla, lyfta þessu aðeins upp
eitt af þessu til þess að lyfta þessu upp að veita athygli litum, röðun lita og samsetningu lita, og það birtist alveg ótrúlega fegurð. Já, við þekkjum þetta öll, en erum kannski ekkit upptekin af því, að því við erum svo upptekin af áhyggjum, við erum svo upptekin af því að vera reiðar og betrar manneskjur, við erum svolítið mikið þar. Þetta fylgir því að vera manneskja, það bara engin spurning það, en manneskja öndvertu allt annað líf sem lifir á þessari jörð, það getur dregið sig frá þessu. Við lifum ekki eins og skepnurnar samkvæmt eðliskvöld. Það bara að fara þessa leið, það bara að gera þetta þegar ákveðin árstími komin, en við erum ekki þannig. Við erum menn og konur sem veljum fyrir hvern dag fyrir sig. Við höfum skynjun sem getur dregið upp ótrúlega fegurð, en þarf að vera þannig stemd manneskja að hún sé á þessum stað að tósa þetta upp, því að þetta algjörlega á hennar einna valdi. Það getur engin önnur manneskja gert þetta nema viðkomandi. Við hins vegar sem eigum til trú á Jesú, við getum verið þetta hvetjandi fólk í þessa átt, en meira getum við ekki gert, því að hver og einn, jú, þú og við öll, þarf að vera stemdur fyrir þetta. Þessi dagur jafn uppláður öllum öðrum dögum til að tósa upp þessa stemmingu fyrir þessum hlutum, þessari fegur í kring. Ég lít svo á að það sé hinn bestu skipti, en ég segi líka og hef oft sagt, og þetta veistu jafnvel og ég, að það ræðurst enginn nema viðkomandi. Ég, þú, við getum hvatt, en meira ekki. Ef manneskjan sér þetta ekki, ef hún vill ekki sjá þetta, það allt til í þessu sem vilja ekki sjá, en ef hvort sem að þá helst hún áfram í einhvern þanga sem niðurdrepandi þangi sem lífgar ekkert við viðkomandi, og svo fer stundum að menn þekki ekkert annað en þetta, en þeir eru miklu meira en bara einhver þungur þangi. Þegar hvert og eitt okkar getur séð með augunum sínum, já, fegurð, og ef þú ert þannig stemdur og ég rétt að gírnum og rétt byggður upp fyrir þennan dag, þá breytist allt bara í kringu þau í fegurð. Og ég hef heyrt menn, eftir að trúin kom til Skjálana, hún afl mikið og merkilegt af, að við vorum að aka borgin okkar fallugu og fara staði sem við báðir oft farið og jafnvel frá því að við vorum krakkar. Allt í einu, hann situr hljóður hérna við hliðina á mér, svo allt í einu segir hann, horfir í kringu og segir, rosalega fallit hérna svo. Hann var bara að sjá þetta núna, hann var að vakna af einhverju, og ég vissi alveg hvað það var, því að ég var trúaður á þessum tíma, og ég vissi að þessi var svona nýlega ekkert langt síðan að komst til trúar, og Drottinn var að vekja. Fegur sem hann sagði og sá þarna hafði alltaf verið þarna, en hann var aldrei stemdur fyrir þessari fegur og keyrði því í gegn á þess að veitinni athygli. Svo þegar hann orðið fullorðið maður, ég held að minni þann og hann á verið eldri, hann sé eldri en ég, en ég man það nú ekki, jú, ég held að hann sé eldri en ég. Allt í einu vaknar við þetta og segir við mig og sjálfan sig, og rosalega fallit. Sjáu þið hvað við erum að missa af, með gremju kostunum okkar, með reiði kostunum okkar, með öllum ljótu orðunum okkar. Við erum að missa af sjálfu lífinu, og það hörmulegt að eyða kannski 80-90% af sinni ævi þó löng sé í þessum þanga. Það ekki lífsgæfiði sem að þessum einstaklingi hefur boðið sjálfum sér. Þetta bara barsmíðar í raun og veru og ofbeldi á sér sjálfum. Það öllum mönnum allir mennir jafnt á settir þarna,
Það geta allir lífa þessa góðu daga bara hér og nú, en þeir verða að velja það. Við verðum að velja þetta allt. Eina sem við, ég og þú getum gert, er að benda á, tala þetta, því að það getur vakið einhver til meðvitundar að jú, kannski mætti að nú vera glaðari stundum. Það er þessi ógleði manna sem dregur svo þykkt ský yfir, og svo þykkt getur þetta ský orðið að það er ekki nokkuð leið að sjá neitt nema bara kannski hendurnar sem næst augunum. Þetta er ekkert líf. Þetta er bara aldeilis ekkert líf, og ég held við getum alveg og séum alveg pottþétt sammála þetta. Akkur er þetta svona? Akkur draga menn yfir sig ský? Akkur er ekki menn alltaf í góðu skapi? Af því það er svo margt sem dregst að þeim af vondu, og hann er að soga þetta vonda að sér. En kristinn maður hefur varnir gegn þessu vonda, en þetta vonda kemur ef hann ver sig ekki með orði Guðs, með trú sinni, og hann getur það. Þá víkur þetta vonda burt, og það er aldrei að vita í framhald af því. Hann sé eins og vinur minn sem sagði, rosalega er allt fallegt hérna. Og samt var hann búinn að horfa á þetta umhverfi frá því hann var barn, líklega. Og séð ástækt umhverfi í kringu sig í sinni heimabyggð. Hann var nú utan á landi þessi maður, og hann náttúrulega átti sína heimabyggð þar, og þar var ábyggilega ekkert minni fegurð. En hann var að lifa þarna. Ég held að þessi maður, í þetta skipti allavega, hann hafi komið heim mjög glaður. Hvort hann munið þetta enn þann dag í dag veit ég ekkert ég hef nú reyndar ekkert hitt hann þennan í mörg ár, og ég veit ekki einu sinni hvort hann er lífs eða liðinn, og bara Guð blessa hann hvar sem hann er. En þetta sagði hann, og ég vissi alveg hvað maðurinn var að segja, tala. Þegar ég hef sjálfur upplifað eitthvað umhverfi sem ég sá allt í einu svakalega mikla fegurð í, umhverfi sem ég gjörþekkti, en hafði aldrei tekið eftir þessu. Þetta er lífið sem Drottinn er að bjóða okkur, þetta fallega líf, og þú getur alveg verið í þessu fallega lífi, en þú þarft að vera rétt stemdur þá í dag. Og þá sérðu að þú ætlar að vera þarna, þá getur ekki leið verið að draga yfir því einhverja gremju og þungar hugsanir og jafnvel hatur og hefnd. Það er deyðandi afl, og þetta býr í þér og þetta býr í mér. Ég get verið þarna, en ég vill það ekki. Þú getur verið þarna, en þú ræður hvort þú verður áfram. Nú ert að heyra hvatningu annað, að það sé annað til, og þú veist að jafnvel og ég er betra. Og ég get ekkert gert nema bara að tala þetta, og ég get gert það þetta, ég get reynt að halda mér þar sjálfur, og það er það sem ég vill gera. Það er það sem ég keppi að, og þess vegna er ég að lesa orð Guðs. Þess vegna er ég að hvetja þig til þess að lesa orð Guðs. Ég vil að Drottinn gefi þér sinn heilaga anda, því það kveikir fegurðar stöðvarnar í þér, þær eru til, myndu það. Það er engin sneiddur fegurðar skinni, en óvíst hversu mjög þær eru virkjaðar. Og þá ferð að sjá alla þessa fallegu liti í umhverfinu, og þú ferð að draga upp myndir af þessum fallegu litum, og allt í einu sérðu fegurð bara hér og fegurð þar, og þú sér skip sigla til hafnar, og þú sér það er nýmála og það er rosalega fallegt. Þú tekur alveg sérstaklega eftir því. Kannski gerður það aldrei áður, þú sátt bara eitthvað skip þarna og ok, eitt enn að koma í land, en allt í einu sérðu að þér finnst fegurðin mikil í bæði litum og hvernig skipið er smíðað. Þetta er eitthvað sem kveiknar, er þarna, en hefur ekki verið virkjað, en virkjað svo allt í einu, og þar er trúin fremst jafningja. Þannig að við sem erum að boða trú, við erum ekki leið að tala einhverja staðlausa stafi, við erum að tala einhvað sem er fyrir hendi, gildir og mun áfram gilda vegna þess að vera einhvað sem er til staðar. Það er bara hér og nú. Maður er maður. Maður er ekki skepna sem gengur eðliskött
gengur sitt líf af eðliskvötunni einnig saman. Þannig er ekki maður. Drottinn segir að ég vil gera mannin mér líkan, Guði líkan. Þannig að það er margt í okkur sem að Guð sjálfur hefur. Við vitum að hann er skapari. Við vitum að hann er meistari fegurðarinnar. Við vitum að orð frá honum þau byggja upp, þau næra okkur, þau ylja okkur, þau hita okkur og gera okkur glöð. Þetta er eitthvað sem hann vil að við lærum og vitum af og sækjum í. Að þetta er fyrir okkur. Það þýðir ekkert að boða skepnu trú á Jesú, en það. Ef það væri hundur, þá myndi hann koma og sleikja þar puttana eins og hann gerir alltaf, að hann myndi ekki skilja hvað þetta að segja. Því hann hefur ekkert í sér til þess að nema þetta. Þannig að maður og skepna verða aldrei til jafns hvort við annað. En skepnan er oft mikill vinur mannsins sem er allt annað mál. En hann verður aldrei maður. Hann kemur aldrei í manns stað og þetta segir í orði Guðs. Þegar fyrsti maðurinn kom sem segir okkur og margir vita að var bara eins og ég og Drottinn sá að hann var einn. Akkur hafði hann einn, hann hafði ekki hugmynd en hann var einn og hann kom og svo fór hann að leiðast. Akkurju, hann var alltaf einn og Drottinn sér að honum er farið að leiðast af því hann var alltaf einn og Drottinn sér að hann þarf að gera eitthvað í þessu máli og hann, já það virðist svo vera, ég reyndar ekki að kafa svo mikið í það, hann virðist þá hafa skapað allar skepnurnar, allavega hann setur þær allar fram fyrir hann, hverja einustu skepnu sem er ennþá á jörðinni til hann fyndi sér félagskap þar. Akkur vildi hann gera þetta svona? Hann vildi að maðurinn veldi fyrir sig og það er einmitt það sem hann vil. Við veljum fyrir okkur. Ég fyrir mig, þú fyrir þig. Ég vel Guð, en hvað velur þú? Kannski bara gömlu gremjuna, vondaskapið og leiðu hugsanirna. En það er ekkert líf. Það bætir engan, byggir engan upp. Það dregur menn niður. Og svo fara þær að missa heilsuna vegna ástandsins á sjálfum sig. Létt lund er mikið og gott læknismeðal og hver veit þetta ekki? Hver er með þessa léttu lund? Þú getur verið það. Þú vilt það, en þú verður að vilja það. Þess vegna hljótum við sem eigendur Krist að tala með þessum hætti að í það minnsta 1 eða 2, kannski fleiri, verði móttækilegir fyrir þessu og þeir segja við sjálfum sig að ég vil að lífið mitt sé tilgangs mikið. Öll þekkjum við hitt. Öll vitum við að við höfum verið á báðum þessum stöðum. Og það er dapurlegt að eyða dögunum, áratögunum í tóma depurð, þungar hugsanir og stríð við sjálfan sig. En þetta er maður. Ef hann uggir ekki að sér þá er hann þarna. En hann hefur annað, hann hefur Krist, hann hefur meðbyr, hann hefur það sem að trúin hefur. Ef hann vill ekki nota, þá er ekki við neitt að sakast. Þá er ekki þetta að gera, þá verður þetta bara að fá að vera og ganga og fara sinn eigin veg. Það er heldur ekki vilji Guðs. Hann er alveg öndvertu allan þennan þunga minn. Og þetta veit ég. Ég veit að hann er ekki það sem ég er þegar ég er í mínum dýpsta dal. Ég veit að hann vil tósa mig upp úr þessu. Ég veit að hann vil fara með mig eitthvað annað. Akkur veit ég það? Því ég hef marg ofta reynt það. Og þetta er eitthvað sem að Drottinn vill að þú reynir líka. En ertu að því? Ég veit ekkert það. Þú er aldrei sagt mér neitt þetta. Ég veit bara að þú ert manneski eins og ég veit hvað ég hef oft reynt. En ég þekki þetta bæði. Ég þekki það að horfa til himins og sjá lita dýrðina í kringum mig. Sjá fegurðina í litunum og stundu sé ég fegurði saman röðum litum og sé mikið út úr því.
en það ekki sama hvernig þetta gert og það vitum við. Eins og við vorum að tala hérna upp á smekklega klædd manneskja. Þetta ákveðin gjöf, segi ég, sem að viðkomandi hefur. Hún kann að velja utan þessu fötin sem fara viðkomandi best. Og það alltaf gaman að vera vel klæddur, ekki satt. Þó eins og ég var líka að segja, þá pæli ég kannski ekki mest í þessu, en kem auga á þetta stundum svona hjá fólki og mér fellur það vel. En ég hef líka séð manneskjur sem að voru þannig vaxnar, það var eiginlega alveg sama hvaða föt þau klæddust, þau fóru þeim öll jafn illa. Þetta einhvern veginn pokaði utan á þeim en viðkomandi var bara mjög sáttur við þetta allt saman og það er náttúrulega nægir. Þetta snýst ekki mig, það snýst þann sem að klæddist að hann sé allavega sáttur. Þannig að það er allur gangur á þessu og smekkun misjafn. En sumir eru nattnari þarna en aðrir, en við getum öll verið á þeim stað þar sem þetta blasir við og við viljum eiga þetta, við viljum vera undir þessu. Við þráum að vera þarna af því við eigum orð Guðs í hjarta okkar. Og í hvers skipti sem orð Guðs er talað, þá birtir upp. Það er eðli Guðs að birta upp þegar það er talað. Það er þetta líf. Það gefur sig út fyrir að vera þetta líf og það er þetta líf. En það verður þó að vera líf móttækilegt í manni til þess að nota þetta, virka þetta og líta upp úr depurðinni og sjá, til að mynda lita dýrðina. Þess að vana festu í umhverfinu sem við göngum í gegnum og höfum aldrei séð vegna þess að meira og minna höfum við bara haldið í okkar þunga þanga. Reiði, hefnd og hatur. Og ég segi, slíkt fólk er að missa af lífinu. Svo deyr það í meira og minna sorg og hefur aldrei varla litið glaðan dag. Ég meina, hvers býtti eru þetta? Þetta er ekki það sem að Drottinn vill að við gerum. En hann veit af allir baráttunni. Hann mætir henni með trúnni, með orðinu, með kennslinni sinni sem er alltaf einhvað sem byggir upp og hlúir að og er til eitthvað sem að maðurinn vill og þarf að vera í. En hann var að sækja þetta. Við höfum marga myndir af því að þurfa að sækja. Þurfum við ekki að setjast til borðs og fá okkur á disk og snæða? Jú. Þetta er engum ný frétt. Þetta er raunveruleiki. En þetta er líka bara ein hlið á lífinu. Það er að sækja sér og vera við þetta borð. Og þau eru út alls konar borð. Nektarborð af alls konar sortum. Nektarborð sem að dregur upp fyrir því liti, fegurð og skemmtilegheit sem að ylja þeirra innan. En svo eru líka til annað borð þar sem að öll þessi depurð er, þessi reiði og þessi gremja er. Og þar eru því miður flestir. Vegna þess að guðleysi er alltaf að verða meira. Það er alltaf gert meira og meira í því að guðleysi verði meira. Það sé ítrekað og endurtekið. Það er ekki rétt hjá mig. Er ekki verið að loka mörgum dyrum sem áður stafaði fegurð af og geislaði af alls konar góðu. Nú er þetta búið að loka þessu. Og þetta er ekki sótt. Ekki svo að skilja endilega að einhver hafi komið og lokað þessu. En það kannski menn hættu að sækja þetta og þá er sjálf hætt. Ef enginn sækir það sem er betra, að þá er sjálf hætt. Við erum að sækjast eftir þetta og það er eitt af því sem að trúa vill hvetja ykkur til, það er að sækjast í þetta góða. Sumir, ég veit það að við viljum það öll, ef við verðum líka að gera það. Það er ekki nóg að vilja og setja svo áfram í sínum þunga þanga, hugsandi manni og öðrum illt eitt upp. Gefandi að manni og öðrum upp alls konar orð sem hann hefur aldrei sagt. En þetta er heimur, af þessu er heimurinn fullur. Ekki þú vera þar. Þegar einhver gerir þetta, þá getur þú líka gert það. En þú getur sagt við sjálf, ég vill ekki vera þarna. Ég ætla að nota trúna mína til þess að gera eitthvað allt annað með hana. Að ég vil lifa lífinu. Ég vil sjá fegurðina. Ég vil sjá fegurðina, í öðru fólki. Og ef þú sér þar,
þá getur þú séð gríðarlega fegurð koma frá orðum, frá hegðun og öllu því, og það er svo lítið skárra heldur en að vera bara með eitthvað grámiklu yfir sér. En það er heimurinn, en það er aðskilnaður, það er heimur og það er ríki Guðs á jörðinni. Heimur, drungi og þungi, ríki Guðs, birta og fegurð. Og þér stendur þetta til boða. Og spurningin áfram sama, hvað viltu? Ég veit alveg hverju menn svara, en það er ekki nú að segja, við verum að gera þetta líka. Við viljum vera það sem lífið er aðeins meira, þar sem það brosir oftar og meira við okkur. Þetta er í boði. Þetta stendur til boða alltaf og öllum tímum frá morgni til kvöld ef þú vilt það, en þú er að vilja það. Og þess vegna erum við að boða Guðs orð og hvetja menn til að vera undir Guðs orði, því að það eigum við að gera. Þetta allt býr þar. Þetta býr allt í þér. En orð Guðs það er þannig magnað að það kveikir þessar stöðvar sem að slokknar á ef að orð Guðs nýtur ekki við. Jafnvel hjá trúuðum manni, ef hann er ekki með orð Guðs til þess að fleigjast á milli í sér sjálfum, þá slökknar á þessu öllu. Og þá hefur viðkomandi missa af. Hann ætti ekki að vilja missa af, því að hugsaði þér, það vistu sem orður roskin maður eins og ég og fleiri, þetta líf hefur verið á ægiferð. Manni finnst það sem skeiði fyrir hálfur öld vera bara í gær. Þetta er staðarinn. Ég er ekki sá eini sem tala svona. Ég er líklega að tala allir mínu jafnaldrar svona. Að þetta hefur verið á ægiferð. Og við erum konir á okkar stað. Fast að 70. Og sumir eru eldri en 70. Þannig að við erum svona, ég veit ekkert hvernig lokaspretturinn er, en allavega við eldustum en yngistum ekki með árunum. En hvernig hefur lífið okkar verið? Já, ég hef verið nú að taka undir það fyrir mig, ég get ekkert annað, ég þekki ekkert nema líf mitt eigi líf. Ég þekki það betur allavega en þú mitt líf. Það er bara verið nokkuð gott. Það hefur reynt að svona sigla í gegnum þetta að milli skers og báru og það hefur tekist nokkuð vel. Af því maður hefur leitast eftir því. Maður hefur reynt að haga lífið sinu þannig að þetta sé uppi. Og núna náttúrulega eftir að trúin kom til, þá veit ég leiðirnar. Ég þekki aðferðirnar. Og hún er Guðs orð. Hún er bænin til Guðs. Hún er hjarta mitt tengt í Jesú. Og þetta erum við að tala um alla daga, vegna þess að við erum að tala um einhvað sem virkar. Ef þetta virkaði ekki, þá get ég lofa þér því þá væri ég ekkert að tala um þetta. En þetta virkar. Og þess vegna vill ég tala um það. Ég vil segja þið frá því ég vill ekki að þú endir í einhverju botnlausum dýi. En þú munt lenda það ef þú gætir þín ekki. Því að þú alveg eins og ég hefur alla sömu möguleik og ég að vera þar sem að birtan leikur um þig. Þar sem fegurðarskynið tekur við af öllu í kring. Því að þetta býr í þér. En þitt er að virkja þetta. Þú átt trú, virkjaðu trúna í þér og þá birtir hún þér þetta. Hún getur þetta. Ég get ekki gert það, ég get aðeins bent þér á þetta og hvatti með orðunum, en þau kannski ná skam. En þú þarft að eiga þetta í þér og þá tekur það við eftir að öll orð í kringu þau eru horfin, farin, þú ert aftur orðin einn, en þá líka getur byggt á því sem orðin í hjartaðinu vilja gera. Og þau vilja lífga þig við. Það er í eðli orðana. Þannig orðið er alltaf gott. Þetta er vinna eins kristna manns. Það er að stunda þetta. Og þá fer hann að líta björtum augum á umhverfið. Hann kvíðir ekki framtíðinni. Bara aldeilis ekki. Ég veit ekki hvort hann fagnir framtíðinni, en hann kvíðir henni ekki. Vá! Já, kannski er það þarna, en hann kvíðir því ekki. Hann veit að þetta lítur allt vilja Guðs. Hann lítur á Guðs sem eitthvað mjög stórt, stærra en allt annað.
og þá er hún að réttum stað því að Guð er það. Þetta er það sem við erum að boða, þetta er það sem við viljum að þú heyrir. Og ef ég talaði ekki, þá er kannski ekki víst að neitt talið það við þig. Þannig við skulum fagna yfir hverjum einstaklingi sem gefur á tíma sinu til að segja orð Guðs. Hann er ekki bara að tala til manna, hann er að tala líka og kannski meira mest af öllu sjálfsins, hvað þetta varðar. Því hann á aðgangu að lifandi Guði og hann vil endur greiða hluta af trúni sinni með því að þó vera boðberi fagnaðarerindisins. Þannig vex trúin í heiminum að við erum boðbera fagnaðarerindisins, ég og þú, við öll. En þar eru mönnum svo litið mislaðar hendur því að sumir hafast ekki að. En ég veit í hjarta kristins manns býr þetta, það er engin spurning. Hann vill vera þarna, hann þráir að vera þarna, starfa í þessu, gera þessi verk, en eru mislaðar hendur vegna þess að hann er svo mistækur sjálfur. Þegar hann dregur yfir sér gremju og þykkilsi eitthvað, þá er langu vegu fyrir drottin að koma stað. En hann er ekki farinn, hann bara bíður, hann gerir það sem hann getur til þess að greiða úr þessar flækju þannig að ljós sitt skíni aftur og það mun gera núna. Þegar drottin talar það að hann muni gera það núna. En þú verður að taka við þessu, þú verður að viðurkenna stöðuna. Hún er ekki einhvað sem þú vildir. Þú sóttist ekki eftir þessu en ert komin í. Og drottin er til þess að hjálpa þér upp úr þessu aftur. Ertu til í það? Ég veit að þú þráir það. Að fara upp úr þessu aftur. En þú verður að gera verkin, taka skrefin. Það gerir það enginn fyrir þig. Þú veist að þú þarft að bera fótinn fram fyrir hinn og halda áfram. Ég geri það í mínu lífi, en ég get ekki gert það nema í mínu lífi. Ég get hvatið til að gera þetta saman, en þú verður að gera þessi verk. Sumt er okkur ekki hlíft við. Já, flest er okkur ekki hlíft við. Ef við viljum, þá verður við að teygja okkur eftir því. Þetta er nú sagan okkar allara, hún er þarna. Hún liggur í þessu. Hún byggir á þessu. Og þetta er allt til staðar. Orð Guðs er til staðar, það fer ekki neitt. Trúin er til staðar, hún fer ekki neitt. Þetta er allt saman gjöf frá himlum, frá Guði, og hann vill að við notum þetta, því hann vill að okkur líði vel. Og þegar okkur líði vel, þá förum við líka að sjá þessa fegurð sem við vorum að tala hér í upphafi. Já, við förum jafnvel að taka eftir litasamsetningu, hvernig þetta fellur flott saman. Já, fötum bara. Sumir taka eftir þessu, sumir taka ekki eftir þessu og sumir taka reyndar ekki eftir neinu vegna þess að augun eru haldin. Þau eru sjúk, þau eru veik og eirinn jafn sjúk og veik. Þau vil ekki heyra neitt sem er ekki vond af því þau eru svo vön því að heyra bara vond. Af hverju? Af því maður setti sig sjálfan á þennan stað þar sem þetta er allt í kring. Já, setti sig sjálfan á stað þar sem þetta er allt í kring. Bölmóður og væl og skæl. Svo er aðrir einhvers staðar annars staðar þar sem allt leikur í lindi og allt er í birtu og fegurð. Og það er aldrei neitt nema gleði og kátína. Akkurju? Þetta fólk það valdi að fara þangað. Það vildi ekki vera þarna og þú getur valið sama. Ég segi farðu þaðan og yfir í þar sem birtan er meiri, en þú verður að koma þér. Mögulega, hugsanlega, tala þessi orð þannig til í þín að þú færir af stað í þessa átt og sjáu að þetta sé ekkert líf að dragast inn í þetta myrkur, inn í þessa þungu hugsanir sem er ekkert að gera þeir neitt gott. Og hver viðurkennir það ekki? Hver annar en þú viðurkennir það? En við þurfum að sjá þetta. Því við verðum samdæna þessu, eins og svo mörgu öðru. Við getum orðið samdæna öllu. En drottin kemur og blæs þetta af okkur og þá birtir til. En þá viljum við ekki staldra lengur þar, við heldur stöndum við á fætur og göngum
yfir til birtuna. Þetta er skref sem þú þarft að taka. Þegar þú sérð og segir við sjálf, ég vil ekki vera þarna, þá stendur og fætur og þú gengur yfir á annan stað. Þannig að við sjáum, okkur verður aldrei hlíft við alls konar verkum. Allt vegna þess að Drottinn kannski náði að hnippa í þig, kannski gegnum orð frá mér eða einhverjum öðrum, kannski einhvern veginn náði hann að rista þig bara upp sjálfur og þú tókst eftir honum og gerðir þessi verk, stóðst upp úr deburðinu og myrkrinu og gekkst yfir á bjartari stað. Þannig gerist þetta. Þú nærð engum bata með myrkrið yfir þér. Þú þarft að rísa upp úr því. Og það er ég þér gefið til jafns við mig. Og Guð gefi að þú haldist þar. Og það er líka þitt val. Lífið er barátta og hver veit það ekki. Sumir vita bara allt og vel. En þetta er barátta. Þetta er verk og vinna sem við þurfum að gera. Þannig að við höfum þetta allt í okkur. Við getum gert alla þessa þætti bara hér og nú ef við viljum. Eins og þema þessa þáttar er, við þurfum að vilja þetta. Þá fer líka fara litirnar að koma sem eru fallegi litir. Og þú ferð að veita athygli manni og konu sem eru vel klætt fólk. Og þú ferð að veita byggingu einhvern kumbalda athygli vegna þess að hann hefur fallega lita samsetningu. Og þú ferð að sjá trén sem eru allt í orðin svo fallegi í þínum augum. En eru bara tré, hafa bara hingað til verið bara tré, veist, greinar og einhver bólur sem að greinar að vaksa á, þú aldrei séð neitt við. En allt í ferð að sjá fegur í öllu þessu. Af hverju? Því það vaknaði eitthvað í þér sem hafði legið í dái, sem gerði ekki þessa greiningu sem þarf að einhverju veruleika fyrir þér. Hvað veldur þessu? Trúin gerir þetta. Þetta er verk trúarinnar. Aftur komum við að þeim stað að trúin er andstaða við allt sem heimurinn er að gera. Hann bætir gráu ofan og svart og það er í eðli heimsins að bæta gráu ofan í svart hvað sem er fyrir mitt líf eða þitt. En við höfum valmöguleika. Við getum sagt, ég vill ekki þetta lengur. Nú vil ég fara úr þessu, nú vil ég hverfa frá þessu og fara þangað sem Drottinn er á, því að ég elska þetta líf sem hann er með og það verður. Og það mun gerast. Þetta er það sem við þetta kristna fólk eigum að tala um. Og þetta er það sem við eigum að keppast við að vera undir og lifa í. En við þurfum að berjast fyrir þessu svo allir hinir. Og þar gengur okkur misvel að vera inn í þessu á hverjum degi. En við gerum það með orð Guðs í hjartanu. Það er eitt víst. Við sjáum að þessu að við þurfum líka að tala Guðs orð inn í okkar eigið hjarta. Þannig að svona ræða, hún er ekki bara til þess að blessa mann og annan, hún er líka til þess að blessa þann sem talar. Því orð Guðs er bara lifandi. Það gengur út munn og það fyrir inn í hjarta. Hjarta þitt og hjarta mitt. Þetta er komið frá Guði. Þannig að þetta er ekki neinn flókin vísindi. En þetta krefst þess að ég og þú, við höfum eigum til trú. Göngum undir afli trúarinnar. Og ég hef trú. Og ég er að boða þér trú. Guð gefur trú. Ég get ekki gefið neina trú. Ég get mögulega haldið trúni við með þeim orðum sem Drottinn gefur mér að mæla. Þannig að þetta er allt komið frá Guði. Og aftur getum við endurtekið það að trúin er nauðsynleg. Trúin meðtökur þetta. Vantrúin hristir skalla. Hún kann nú vel að hrista hausinn. En trúin meðtökur þetta. Og ég vil vera trúar megin í lífinu vegna þess að ég geta. Ég hef leyfið til þess. Ég má það. Ég hef líka leyfið til þess að tala trú út minn munn. Tendran og nærðan af Jesú Kristi. Jesú nafni. Segðu þetta gott og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.